ætlum að fá fréttir frá Hveragerðisbæ og á línunni bæjarstjórinn eða bæjarstýran Aldís Hafsteinsdóttir. Komdu sæl. Já, blessaður. Hvernig hefur það í dag? Það bara mjög gott. Fokið í veður og vind í Hveragerði? Nei, veistu það bara mest að furða hvað gott veður hér. En við horfum alveg á vindin og vandræðin og ég horfi hérna út á gluggan hjá mér á snjóruðinistækinir í Ölfusi og hér eru eitthvað bílum út af mér að segja hérna. Já. Á leiðinni niður til, þannig að þetta heilmikill vetur. Já. Brostið áskyndilega. Heldur betur. Við vorum að nefna þetta hérna í morgun að það er svolítið magna hvernig þetta skiptist að leið og þú ert komin svona aðeins út fyrir Hveragerði þá og í Ölfusi þá ertu komin í frekar slæmt veður. Já, það er nefnilega svolítið sérst að við auðvitað erum í svona svolítið skjólsælli lægð hérna, eða svona eitthvað, í Faðmi fjalla eins og við. Já, það ekki bara dalurinn Aldís sem að skila þessu? Ég svolítið sko og auðvitað maður tekur alveg eftir því að maður kerir á Selfoss að það er auðvitað strengur með fram Ingólfsfjalli og undir Ingólfsfjalli og eins hérna niður í Ölfusi og svona þú heldur séð auðvitað ofta alveg kolvillist en það er náttúrulega heilmikill fjallvegur sem við glemum oft. Já, það er nefnilega málið. Hvað er svona að frétta frá Hveragerðisbæ? Það er búið að kveikja á jólatrénu, það var gert síðasta sunnudag. Já, við gerðum það í bara yndislegu veðri og það var óskaplega notaleg stund. Já, við auðvitað frestuðum því vegna veðurs fyrsta sunnudagi aðvendu. Þannig að það tókst ágætlega og skátarnir voru með buð upp á kakú og pipakökur og notaleg heit strax og eftir. Þannig að þetta er alltaf svona mjög skemmtilegt og gaman þegar þetta er búið. Algjörlega og þarna var virkilega skemmtileg stemning og eins og segir veðri var fínt og það kom þarna smá snjókoma og þetta var mjög jólalegt. Já, gríðalega og jólasveinarnir komu og þetta er auðvitað ekki síst gert fyrir börnunum að sá að þeim fannst gaman. Já, og maður sá náttúrulega líka brosa á fullorðna fólkinu. Það hefur alveg haft gaman að þessu. Já, það er nefnilega þannig að fólki fyrir gaman að hittast. Já. Og það skiptir svo miklu máli að koma og taka þátt og bara hitta annað fólk og vera þáttakandi í samfélaginu, alveg sama hvort að þetta eða eitthvað af þessum fjölmörgu viðburðum sem eru í gangi núna, sko. Já. Nákvæmlega. Það eru 14 dagar til jóla. Hvað er svona framundan í Hveragerði, svona tengt þessu? Já, maður þarf hjartsláttartruflanir sem þú segir, sko, það séu 14 dagar til jóla. Já. Eins og flestum eru bæjum, það er ýmislegt sem er eftir. Jú. En það er til dæmis nóg með verum næstu helgi. Það eru skemmtilegi tónleikar á föstudagskvöldið á Kaffi Rós. Já. Mjög flottir og það eru listamenn, söngvarar og tónlistamenn og Hveragerði sem ætla að vera með jólatónleika. Já, það eru sem flesta til að mæta þar. Það eru hvergeringar sem syngja jólin. Já, sko, allavega ég hef nú upplifað það þannig undanfarin ára að mér buga alveg þeirri jólatónleikar sem eru haldnir í Hveragerði og í okkar næsta nágrunni. Já. Þannig að þetta eru sem sagt þriðju tónleikarnir sem eru og allir jafn skemmtilegir. Þannig að ég kemst alveg í jólastemninguna innan bæjar. Já. Þannig að ég held að þetta verði skemmtilegt. Algjörlega. Næsta sunnudag þá er boðið til jólasamveru í Listasafninu. Það er Guðrún Tryggvadóttir myndlistarmaður og Njörður sagnfræðingur og jólasveinarnir. Já. Sem ætla að vera milli 2 og 4 í Listasafninu og vera með bæði sem sagt Guðrún með leiðbeina gerð jólaskrauts og föndur og Njörður ætlar að fara yfir jólasögur og væntanlega verður með eitthvað sem er gammalt og Hveragerði. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt og svo auðvitað er gangasöngurinn í grunnskólanum í fullum gangi núna og í næstu viku verður opinn gangasöngur sem er þá fyrir alla og þetta er nú með skemmtilegri hefðum sem við höfum. Já, algjörlega. Og það er ekkert sem kemur mér vel í jólaskap eins og þegar ég heyri krakkan í grunnskólanum syngja Snjókot falla. Já, nákvæmlega. Það er með ólíkjöndum hvað þeim finnst þetta skemmtilegt lag. Hann Sævar frá grunnskólanum var einmitt í spjalli hérna í síðustu viku og hann sagði það að Snjókot falla er svona vinsælasta lagið síðustu ára. Já, þetta er búið að vera bara fjölda mörg ár. Og ég er ekki að grínast, sko, það er eins og það ekki ætli af húsinu þegar þau taka undir í þessu. Já. Þetta læraði bara öll. Þau komið í grunnskólan. Já, nákvæmlega. Það er ótrúlega flott. Og það er næstu viku og þetta er opið bara fyrir þá sem vilja koma. Já. Og þetta er mér minnir á mánudaginn hvernig fólk þess að fara á heimasíðuna og kíkja á dagskrána og það sem er framundan því að það er mikið að vera og ég man ekki allar dagsetningar. Nei.
Og ég veit Svo að... eitt í viðbót, það er, sem sagt, núna, ég er búin að heyra það að sé hann það fólk vítt og breytt bæinn að hamast við að búa til eitthvað sniðugt í jólaflíkin 2008 sem hönnunarsamkeppni sem bærið stendur fyrir. 2008? 2014? Hvað sagði ég? 2008? Því liðið svo hratt. Alveg hrikalega. Nei, það er svona jólaflíkin 2014. Já. Og þá er fólk hvatt til þess að hanna bara eitthvað sem þú getur farið í, hvort það eru sundur, sokkar, peysur, húur eða hvað það er, og skila síðan flíkinni inn á bókasafnið næstkomandi mánudag. Og þetta má vera heklað, saumað, endurunnið, prjónað eða hvað sem er. Glæsilegt. Og svona allavega við erum að heyra það að það sé heilmikil stemning fyrir þessu. Er það ekki? Jú. Aldís, þú tekur þátt. Ég vildi óska að ég væri að taka þátt. Já, nákvæmlega. Ég hef fullt af hugmyndum, en það er svolítið erfiðar að koma inn framkvæmd. Já, það þarf að vera tími til þess að gera þetta. Já, sko, bæjarfulltrúarnir hafa verið uppteknir í öðru. Jú. Það er bæjarstjórnarfundur núna á morgun og þá er seinni umræðan fjárhagsáætlun. Aha. Þannig að það er okkar törn í desember, það er að klára fjárhagsáætlun. Nákvæmlega. Og við höfum eftir að fara saman yfir þetta ár þegar að nær dregur áramótum. Já, en ekki, það er alltaf svo skemmtilegt. Það er alltaf skemmtilegt. En segjum þetta gott í bili, Aldís Hafsteinsdóttir, takk fyrir spjallið og faru varlega í veðrinu. Hefðu bara takk fyrir og sömuleiðis. Takk. Já. Bless.